Komið í sæl og verið velkomin í handboltakvöld. Í þessum þætti ætlum við að fara yfir leikina sem voru í undanúrslitum Ólís-deildar kvenna helgina, en þar tók Stjarnan á móti Haukum og Fram tók á móti Gróttu. Leikur 2 í undanúrslitunum og getum við sagt að línu sé einhverju leyti farið að skýrast eða þetta ennþá allt í loftum? Nei, ef að Haukar hefðu unnið þennan leik í dag á móti Stjörnunni, þá var línu farið að skýrast held ég. Af því að ég held að Stjarnan hefði aldrei unnið Hauka þrisvarsinnum í röð, sko. Já, og erfitt að vinna leik 3 að vera 12 undir. Þær eru búin að setja Demi bara á flot. En sko, nú vorum við með þátt hérna eftir fyrsta leikinn. Þú varst reyndar ekki þar. En þá töluðum við að þetta yrði uphill ef svo málið komast fyrir Stjörnuna og ég hreinlega afskrifaði þér. Og fyrir einvís að ég myndi vinna eitt leik og ég myndi aldrei gefa meira en það, sko. Hvað útskýrir rosalega mun á milli leikja? Ég veit ekki. Akkur eru þær bikarmeistarar, sko. Þær fóru ekki gegnum Hauka á leið sinni þangað og þær eru ekki búin að eiga. Þú horfir á, þú þarft ekki annað en að opna leikskýrsluna og horfa á leiki þess að liða í deildinni. Fóru í gegnum Gróttu. Þetta er bara, ég meina þær voru ekki búin að fara gegnum Hauka. Haukar bara búin að eiga, sko, Stjarnan var ekki búin að breyka í Hauka. Í þessar 3 leiki sem liðin eru búin að spila í vetur og koma allt í einu núna og Haukar komast aldrei yfir. Ég held, sko, þessi leikur sýndi okkur það að það var ekki alveg að marka þær Stjörnustelpurnar í fyrsta leiknum. Það áttu greinilega gríðarlega mikið inni. Og fastlega ég held að spila seint kvöld og svona, skilur. Já. Það getur verið eitthvað. Ég er tónlistinni á ásöllanum eins og Agnes Máni kom inn á. Nei, ég, veist. Ég veit ekki, þetta allavega Stjörnur er þetta gott varnarlið. Djöfull voru það góðar í dag. Rosalega. Gott varnarlið, með geggjað markmann og, veist, Rakel er leiðtogi og hersöðinginn á vellinum. Og þegar þetta smellur hjá þeim þá... Við sjáum líka þessa klippu, við getum séð nú eftir bara það sem við sýnum. Spilum hana bara með við spilum. Það sem að er bara, þarna erum við bara að horfa á varnarleik. Þú sjáðu hvernig það er takast. Það fara 2 út í alla skiptu. Rakel er þarna á miðjunni sem að Þorsteinn Haukur tók að lífið daginn. Já, en það eru bara... Það er svona næstu búin að sætast held ég. Rakel skrifaði svo góðan pistil á Facebook síðan, já. Ok. Já, tekið bara, ég gæti ekki sagt þetta. Þetta skilur liðin að í þessu leik. Það er fyrst og fremst... Sjáu þið hvað þeir eru grimma? Já, það er bara út í allt, og sérðu, það er bara, þetta er vont. Þarna hélt hún að... Þetta var vont, hún meitti sig. Sjáum það. Og hérna, þær halda bara Ramúne og Maríu svolítið út af þessum leik, þó að Ramúne held ég hafi verið með samt 4-5 mörk í þessum leik. En mér finnst bara miðað við sko, bara hvernig maður sé svipið þarna í vörninni. Sérðu, þær eru bara farnar. Það er bara unnuboltan og þær eru bara farnar. En miðað við bara svipið á minni í vörninni, þá finnst manni bara að vera sko óðsmannsæði fyrir einhvern æða það þinni. Já, ég skil nú bara ekki hvernig þú lagðir í að hallmæla Rakel daginn sko, miðað við hvernig hún er þarna. Þetta er engin lendi í henni svona. Þú ert með Maríu og hérna... Sérðu, hún hangir í henni löngu eftir hún er búin að losa sig við boltan sko. Og þegar vörnin er svona þarna dapar á vísu boltanum en var ekki ánað með sig sjálfa. En ég held að Haukarnir... En sérðu þarna og það er hraðablöfur. Ég held að Haukarnir er náttúrulega 0 að vera með svona aggress og allt vera pikkið. Já. Og þetta er leið og samkvæmlega það er. Ef þetta gengur upp hjá varnarliðinu að pyrra svona mikið það eru svo þéttar að tala vel saman og svo eins og við sáum á og þegar vörnin er svona þá virkar Flóra best. Já. Eðlilega, skilur. Og þarna sérðu hver í gegnum hotið fékk nægt pláss en vonlust skot. Hún var aldrei í skotfæri þarna. Það virka eiginlega bara hálf ráðalausar. Það er engin tvöri þessari engin. Ég held að það hafi kannski komið smá í opna sköldu og Stjarnan bara spilaði vel á eigin heimavelli og eins og ég segi, það eru búin að setja Demi bara á flott. Það er bara Ég ætla eiginlega að snúa og líka þegar bara leikmann er farinn þá er samt ítt á hann aðeins, þú veist, það er bara látið vita að ég er mætt sko. Mér langar að snúa við spáminni frá daginn, það skilja bara að sjá þetta? Já, mér er gaman að sjá hvað Rakel var en ég er bara svona, þegar maður pælir að sé þessu auðvitað eru Haukarnir líklegri ennþá og allt það og þú veist það er alla líkur það þarf ekkert að spila meira úr þessum leik, þetta er bara munurinn á liðunum í dag. Ég er bara að segja að það eru alla líkur á því að bara Haukar vinni 3-1 3-2 hvernig sem það er. Ég held samt að Stjarnan sé með þannig Flóra úr dauðafæri. Já, og talandi Flóru, ég held að sé bara að Stjarnan sé með þannig mannskap sem getur hent í
gæsir uppsett sigur í einvíinu, þú veist, gætu hugsanlega. Þetta einvíð bara flotti. Það rosa stórt alltaf og það bara spáð að held ég að Haukar Ég ætla ekki að spá því að Haukar vinni þetta ekki, ég að segja að bara að Stjarnan sé með þannig mannskap að það geti þessu stöðu 1-1 þar sem þarf að vinna 2 til viðbótar að það geti hugsanlega snúið þessu. Ég ætla að vera ósamlegur og segja að þetta hérna sem við vorum að horfa á. Þetta var bara slys og Haukar vinna. Nei, ekki slys, en þetta var seinasti sigur Stjörnunnar á þessu tíma. Já, ok. Þetta, ég held að þetta fari... Það er kannski líklegast að það sé þannig, en bara hópurinn í Stjörnunni, mannskapurinn og stemningin í kringum Nú eru Kalli Dan alveg brjálaður að ég hef sagt það, Já, ég bara, þetta einvíð á flotti og ég að fíla það. Við fáum, ég held að við fáum Hauka Ég meina Haukur út á móti dýrvitlausir í næsta Já, við fáum Hauka áfram út úr þessu einvígi en við fáum framlengingu í næsta leik á miðvikudaginn. Það ekki þriðjudag, miðvikudaginn. Gott að vita því allavega. Það fara framlengingu. Það verður að byrja leikinn næst þegar. Undirbúum það, við erum að vera næturvakt með næsta þátt. En haldið samt að Stjarnan sé búið að nenna að leggjast að þessa vinnu jafna við og vinna bara sannfærandi til þess að ætla bara að tapa 2 leikjum í röð bara auðveldlega. Framlenging ekki auðveldlega en samt. Þeir eru bara, neða þetta getur aldrei. Við erum búin að vera að dásama Haukaliðið. Það er í allan vetur, allir eru búin að því. Þær komast aldrei yfir í þessum leik. Þær komast aldrei yfir. Er ekki bara fyrsti leikurinn í vetur sem að liðið Haukaliðið spila sem það kemst ekki yfir í leiknum hjá sér? Ég held það. Ég er svo sem ekki með tölfræðina á hreinu en við bara... En við erum örugglega nálægt í samt, það eru örugglega í langflestu leikjum verið einhvern tímann yfir. Já, en ég held bara að Haukar sé með mannskap til þess að klára þetta. Það er alveg rétt. Sterkur á pappírnum. Það er betra lið heilt yfir. Þannig. Við skulum rétt kíkja á viðtölu úr þessum leik. Lútur, þú kannski segir okkur hvernig við ætlum að tala þig. Hlusta á. Úr þessu leik, við tókum svo mörg viðtöl úr þessu leik, þetta var skemmtilegu leikur. Komdu með eitthvað, hvernig var það hlusta á? Heyrum í Rakel. Og manni leiksins. Einhvern frá Haukum? Manni leiksins, Rakel. Einhvern frá Haukum? Harra. Harra er þetta þjálfari Stjörnunnar. Óskar, þú talaði um Óskar. Óskar Ármannsson. Eigum við að heyra í Óskari? Já, Óskar. Rakel og Óskar. Rakel, varnarleikurinn sem þú stjórnaðir hérna á miðjunni, frábær í dag og leggur grunninn að þessu? Bara algjörlega samanlega, þetta var frábær varnarleikur í raun og veru frá fyrstu mínútu og alveg út allan leikinn. 90 mörk og á okkur er náttúrulega bara það sem við erum að leita að. Náum að halda skittunum þeirra vel niðri og bara svona uppleggi fyrir leik bara svínvirka í dag. Ég er rosalega ánægð með þetta. Haldið þeim í 90 mörkum og þær komast aldrei yfir í þessum leik. Þið kannski áttuð ekki alveg von á þessu? Já, þú veist, við höfum fulla trú á þessu og við höfum mjög mikla trú á þó að það sé búið að ganga illa mótið í allan vetur. Leikurinn föstudaginn var bara katastrófa hjá okkur og það bara komið ekki greina að mæta hérna í Mýrina og endurtaka þann leik og við vissum það að við getum alveg gert miklu betur. Þannig að mér fannst bara svona stemningin og baráttan vera með okkur alveg frá byrjun og við vildum bara sýna strax á fyrstu vörninni hvað við ætlum að gera í dag. En öll umræðan er búin að vera þannig að Haukarnir séu með langsterkasta mannskapinn, langsterkasta liðið í deildinni, þið lendið undir, hlýtur að sýna samt karakterinn í Stjörnuliðinu að koma svona samfærandi í leik 2. Já, algjörlega, ég meina það er ekkert óeðlilegt að sé verið að tala um Haukana sem sterkasta liðið, þar eru deildarmeistarar og þar eru vallamann mistíðis í allan vetur með frábæra leikmenn og flottan markmann og þar eru svona öðruvísi lið líka heldur en flest önnur í deildinni. Og við svona, þú veist, endum í 4. sæti í deildinni en málið bara við erum með fullt af flottum leikmönnum, við erum með sterka karaktera, við höfum verið áður í þessum rimmum, við þekkjum þetta og kunnum þetta og þú veist, við auðvitað stefnum við að því að fara í úrslitin við en þetta verður bara hörku rimma og við sýnum að við eigum allan að róði þér. Þá þurfum við að leggja Haukana velli, eru þið búin að finna leið til þess að henda þeim út úr þessari keppni? Já, við tökum bara næsta leik, förum aðeins aftur núna yfir þennan leik og sjáum hvað þetta gera betur og svo þurfum við bara að mæta eins vel stemmdar eins og við gerðum í dag. Við veitum að það er ekkert gefið að fara út á Ásvelli og sækja sigur, en við þurfum að gera það ef við ætlum að koma okkur áfram. Þannig að við sjálfsögur reynum það á miðvikudaginn.
Harry sagði mér áðan að maturinn hjá konunni sinni hefði lagt grunninn að þessu. Já, allir það ekki bara. Við getum þakkað henni fyrir góðan mat í gær. Takk fyrir þetta, kom ekki vel. Takk. Já, Óskar, tap, þið komist aldrei yfir í þessum leik. Hver er munurinn á þínu mati á leik 1 og 2? Já, það er auðvitað stór munur. Fyrst og fremst að við erum að skjóta rosalega illa. Við erum að fara með bara, já, og svona ótímabær skot, svona illa ígrundaðar ákvarðanir sóknarlega sérstaklega, það sem er að fara með þetta hjá okkur. Ég meina, vörnin er svo sem allt í lagi, þá fannst mér hún ekkert sérstök, þrátt fyrir að hafa bara fengið á sig 23 mörk. En ég held að sé fyrst og fremst sóknarleikurinn sem að fer með þetta hjá okkur. Hans lítið framlag kannski koma frá leikmönnum, þeir eru með hvað, 4 eða 5 stelpur sem komast á blað í dag? Já, auðvitað, ég meina við erum bara með 90 mörk, við erum nú vön að nálgast 30 mörkin og yfirleitt erum við framlag frá mörgum en eins og ég segi, það er auðvitað bara hluta af þessu. Léleg skot, við erum að taka ótímabær skot sem þýðir að við erum kannski að skjóta eftir 2 sendingar eða eitthvað slíkt. Og hingað til þegar það hefur verið, þá hefur ekki verið góð útkoma hjá okkur. Þannig að við þurfum að vanda betur í næsta leik. Það er búið að vera rosalega keyrsla á Haukaliðinu í þessari úrslitakeppni. Margir fara kannski að velta fyrir sér hvort það sé komin í að þreyta í stelpunar. Nei, ekkert svoleiðis. Ég meina, þetta er bara úrslitakeppni, að ganga allir að því og vita allir hvernig hún er. Það er leikur annan 3. hvern dag og það er bara jafnslangt fyrir alla. Ég hef ekki ágjörð á því neitt frekar hjá mínu liði en öðrum. Sástu eitthvað nýtt í leikstjörnunar í dag sem þú sást ekki í fyrsta leiknum? Nei. Þannig að þú kemur bara vel undirbúin í 3. leikinn? Já, ekki spurning. Það er breytað í sjálfsög ekki sínu prógrami. Það er bara voru grimmar í dag og áttu sigurinn fyllilega skilið. Þannig að við bara gáum þar eftir og við þurfum bara að gíra okkur upp í næsta leik og taka heimaleikinn. Takk fyrir það. Kom ekki. Við erum svo sem búin að diskutera það fram og tilbaka hvernig þetta einvígi getur mögulega farið en hvernig sjáu þið fyrir ykkur bara næsta leik og í stuttumáli hvort þið vinnur þennan leik? Ég ætla að samanlúta að þetta verður mjög jafn leikur, hann spáði sér framlengingu sagði hann áðan, staða við það. Ef að Haukar vinna, þá vinna þeir með max 3 markamun. Þetta verður jafn leikur. Ég ætla að segja Stjarnan vinni leik 3. Stjarnan er að fara með uppsett sigur og getur tryggt sig áfram í Garðabænum. Ég held reyndar að gera það alls ekki og þetta er frjótaleik. Staðfest. Úrslitaleikur í Garðabænum? Nei, úrslitaleikur á Ásvöllum og við heyrum Haukalagið enn einu sinni. Það er bara svo. Ég get ekki beðið. Hvað Ég er bara ofsalega litlu við þetta bæta. Já, Ég er bara framlegging Stjarnan vinnur næsta leik, staðfest. Það er bara framlegging, stjarnasigur og þær vinna, já. Hann er bara saman. Þú séð þetta allt áður. Já. Það skulum kíkja í seinnileikinn. Þar tóku framstúlkur á móti Gróttu og það er nánast hægt að tala bara fyrsta leik liðanna og endur sína bara þá umræði því að þetta er aftur gerist að framararnir og köflum líklegri en Grótta vinnur á lokum, einsmás munur. Lúti, þú mátt byrja þarna. Ég veit ekki, en það, þú veist, eru það bara gríðarlega svektar framstelpur sem við tölum við eftir leikinn að hafa mistið þetta niður. Það tala bara það, bara mistið þetta niður. Grótta kemst yfir í fyrsta skipti í seinni hálfleik og svo... Já, þarna er bara svona styrkur Gróttuliðsins í 2 jöfnum leikjum, búin að vinna og báða með 1. Já, eða bara klaufaskapur fram. En sko, það var einhvern veginn sko, fyrstu kannski 10-12 mínúturnar í seinni hálfleik þá skora Grótta að ég held 1 mark og það einhvern veginn, mér fannst sko bara einhvern veginn andleysi skína úr Gróttuliðinu fyrstu 10-12 mínúturnar í seinni hálfleik og þær voru ekki einu sinni sko meira að segja þegar þær fengu sko hraðaupplaup þá hafði maður ekki einu sinni á tilfinningunni að þær myndu skora voru að setja hann í slána og framhjá og svona en svo einhvern veginn bara breytist allt og allt í einu þær bara komnar í lykilstöðu 2 mörkum yfir. Já, það er einhvern veginn sem hefur alltaf svolítið umræðan Gróttuliðið verið líka svolítið, finnst þið það ekki að það eru með svo opbóðslega marga leikmenn sem eru svo opbóðslega rosalega góðir og geta gert allt á svo rosalega skömmum tíma sko. En mér fannst sko höfðinu einhvern veginn svona allt fara á herðar Lovísu Thompson, yngsta leikmannsins svona, hún er að fara í þessar árásir
hún einhvern veginn sem bara að taka á skarið. Hluta til eðlilegt, Eskil hún sé taka skarið, hvort það sé... Ég meina hún hefur nú svo sem gert það áður og staðist undir pressunni. Já, þetta tala um þetta sigurmark hérna í fyrra, ég meina, þú veist, jú, en ég meina... Já, í bikarnum og hún búin að vera... En flæðið sem slíkt, finnst manni með einhvern umtalið Gróttu, það ætti að vera til eitthvað annað heldur en að láta 16 ára stelpu eða, þú veist, sjá að slúta. Já, en... Mér finnst þetta að vera vandræðilegt. Er það? Já, mér finnst þetta að vera, ekki þetta, heldur meðist bara sóknarleikurinn vera vandræðilegur. Sóknarleikurinn alls ekki samfærandi köflum, við höfum svo sem rætt að það, en eitthvað vandræðilegur að Lovísa Thompson sé að taka á skara heldur en hann köfli? Ég leiðrétti mig, ég var ekki að segja það, mér finnst vandræðilegt að hún sé látið spila, bara aldrei. Mér finnst, hvernig sóknirnar eru vandræðilegar? Mér finnst bara Grótta að spila vandræðilega sókn. Já. Ég ætla aldrei að fara að hallmæla Lovísu Thompson svo það sé á hreinu hérna. Já. En við fyrir þetta að klippa þetta mjög vel til svo það miskilist ekki, en hérna, þú veist, já, ég veit ekki, það vinna samt. Þú sást þennan leik líka og þú kannski... Ég sá úr honum bara. Fannst ykkur þetta samt? Sóknarleikurinn, þú heyrir mig aldrei segja að Grótta spila eitthvað blússandi, samfærandi sóknarleik, en þar spilur þú nógu vel í dag til þess að vinna. En hversu gott lið ertu að þú spila hræðilegan sóknarleik og þínum að þið vandræðalegan? Hann alls ekki vandræðalegur, ég get ekki vita að ef við spila bara ekki mjög góð sóknarleik og 2-0 yfir í undanúrslitum, ertu ekki bara að gera fáránlega góða hluti? Jú. Það er gera... Þú þarft ekki að spila betur það að vera 2-0 yfir, skilur. Nei. Þú veist, og að vinna þriðja leikinn aftur í aft, heldur sér spurt eftir 3 mánuði eða 100 ár, djöfull alls vandræðalega sóknarleikur við hann. Það er enginn að pæli því. Grótta gerir... Það þurfa bara að fara áfram. Grótta gerir margt sem að þeir eru að gera margt miklu betur en önnur lið í deildinni sko. Sem er varnarleikinn, hraðupphlaupin og þarna verða framstelpur láta næla sig í það að þær eru klaufar með svona ótímabar skot, léleg skot undir lokin og það er það sem að Grótta gerir liða mest, það er að refsa og það er bara keyrðu yfir það á... Ég ætla að segja aftur að Grótta vinnur ekki næsta leik. Fram er bara að setja lífi í þetta. Það er kannski mesti vonbrigði núna leik mínu mati er að ég tek viðtöl eftir hennar leik. Byrja á Kára Garðarsinni, tökum þetta fína viðtal, svo fer ég í Stefán Arnarsson. Hann minnist ekki einu orði á Kára. Hann er að breyta sálfræðitaktík. Það var aldrei minnst... Voru enga kynntingar þarna? Ég meira að segja minnist á Stefán í viðtalinu við Kára og hann einhvern veginn svona hummar af sér. Svo fer ég í minn mann, Stefán, og hann minnist ekkert á Kára. Ég held að hann sé það alvarlegur, hann er bara að hugsa næsta sigur sem að hann er að fara að koma þessu... Hann fullir það við mér reyndar að hann ætlar ekki að fara í sumarfrí á miðvikudaginn. Ég held að það sé bara rétt og eftir það viðtal, eftir að leika skulle lofa því að þú fær viðtalega hann sem hann endur á að tala um Kára. Staðfest. Talandi viðtölum, við skulum heyra hvað Stefán og Anna Úrsula Guðmundsdóttir þennan leika að segja. Það Stefán, aftur munar einu marki, þetta hlýtur að vera alveg gríðarlega sökkjandi. Já, þetta er svekkjandi vegna þess að við erum að leiða þennan leik finnst mér núna og allan seinna á leik þannig að það er svekkjandi að tapa. Þetta byrjar ágætlega sérstaklega í seinna hálfleik, Gróttuliðinu gekk illa að skora og þið virtust vera með svona kontról. Já, mér finnst við hafa vera betri, mér finnst þær byrja betur og hérna svo fannst mér við ná betur tökum og vera með yfirhöndina og svo fannst mér við fá heldur ódýr mörk, þannig sérstaklega þegar Eva Minkarnir með 1 skaut í vörnun og fekk hann aftur og Lovísa skorar fyrir vörnun og inn, þannig að við finnst við fá ódýr mörk en það er unnu og þá eru það vantilega betri en við. Spilamennska þíns liðs, ertu ánægður með hana? Já, mjög ánægður. Þetta er úrslitakeppni og það ljóst þetta er leikur varna og hérna það er vel tekist á og hérna en þetta er ekki bara að falla með okkur. Næsti leikur, þriði leikurinn, hvernig horfir hann við þér? Hann horfir bara, hann verður svipaður þessi nema við ætlum að vinna hann. Þú sagðir á sínum tíma 70-30 líkur, ertu búinn að breyta því eitthvað? Ja, þetta er bara eins og núna og ætlar að klífa fjall. Gróttuliði komið hana 2-3 fjallinu. Við erum að byrja en það þarf að komast upp fjallið og svo kemur ljós hvort liðið kemst upp á undan. Hvernig förum að sína leik, hlýtur að vera bara væntanlega hrikalega ánægð með þennan sigur, 1 mark? Já, bara ógeðslega ánægð og mér fannst samt að við spilum ekki alveg nógu góða vörn í dag og vorum svolítið seinar í gang. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að bæta fyrir næsta leik og þú veist það því að
það bara, það sem skiptir á milli liðana núna þessir hlutar í leiknum, það sem við erum einu færri eða einu fleiri og við verðum að nýta þá og minnka það að þessi skora. Og ég bara á því að það það sem skilur á milli liðana. Það kafli hérna kannski fyrstu 10-12 mínúturnar í seinni hálfleik þar sem þetta lofa rauninni ekki góðu fyrir ykkur? Nei, bara alls ekki og við þurfum að líta vel við þann kafla og mér fannst þetta bara aðalega vera hvað maður að segja, fólk vildi bara ekki nógu mikið. Það var enginn tilbúin að húra sér í gegn eða koma sér í færi. Þannig séð, mér fannst við frekar svona smá eins og við værum að detta tilbaka en sem betur fer þá snerist á hinn veginn og við náðum að koma mörkum á og leitum þetta til sigurs. Næsti leikur á miðvikudaginn, ætlarðu ekki að klára það á? Klárlega, heimavelli. Takk fyrir. Ja, strákar, það vakti athygli mína og eflaust einhverja annara líka að seinustu 2 sóknirnar hjá Fram þar sem liðið fyrst 2 mörkum undir og svo 1 marki undir þeirra besta skytta situr á bekknum bara í góðu yfirlæti og ekki inn á. Hvað finnst ykkur það? Ragnheiður? Já. Ég veit ekki, ég var að skrifa þennan leik. Ég einhvern veginn í miðbik, ég held að það verið undir lok fyrra áleiks, þá sé ég það að Ragga komin á bekkinn. Ég hélt mér fannst hún byrja hana leik vel, hún markahæst leikið af, en þetta einhvern veginn niður. Ég var búinn einhvern veginn að skrifa að hún hefði meiðst. Þú veist, svo fór ég svo kemur hún inn á aftur, en hann tekur hana vissulega út. Hvort að það var málið eða hvort að hún var bara ekki að ná að heilla Stefán og bara gera það sem hann vildi og gerði. Ég veit það ekki. Nú hefur þú kannski örlítið meiri reynslu úr svona, veist betur hvernig hugur þjálfarans virkar. Hvað hann að gera þarna ef hún heil? Já, eins og ef hún 100% heil þá, þú veist, já, það getur verið að Stefán hafi verið ósáttur með einhverja ákvörðun fyrir leikinn. Ég held samt að það sé ekki, þú veist, þetta bara einhver tilfinning það. Ef hún 100% heil, þeirra besti sóknarmaður í leiknum og tímabilinu og allt það, þá þetta bara einhver tilfinning sem hann hefur bara þú veist, þetta ekki að virka, hún ekki að fara í gegn henni í lokin, þetta bara mun ekki passa, þú veist, en kannski hefur eitthvað komið upp á sig, við vitum ekki ég veit ekki, kannski henni liðið eitthvað illa eða eitthvað, þú veist, það lítur einhver ástæða fyrir því. Þú ert með þitt besta lið inn á þegar þú verður að skora í lokin. Óað því hvort þú væri bara að taka 100 skot í leiknum og verið léleg, þá alltaf næsta skot, skilur, það alveg líklegt. Við erum að tala stórskipti, Ragga bara hörkuleikmaður. Ég held að 90% tilvika viltu hafa hann inn á þessu stöðu. Það eitthvað, en Stefán, þú veist, hann hefur eitthvað fyrir sig, hann ekkert bara eitthvað, Ragga, þú spila bara ekki í lokin, það ekkert eitthvað skipt í kerfið eitthvað, það eitthvað ástæða fyrir þessu, það klárt. Þetta spilar hún bæði sókn og vörn, en ekki bara. Ég hefði nú haldið einhvern veginn, ekki bara framliðið, það reynslið, þær eru með reynda mannskapata, þær eru með fyrrum atvinnumannski sem að koma heim, þær eru með Röggu, þær eru með Steinunni, þær eru með, þú veist bara nefndu það vantar 1 mark, þær hafa nægan tíma, það vantar 1 mark til að koma þessum bara leik í framleiking og byrja bara upp á nýtt. En þessi tilraun sem var gerð var algjörlega glórulaus. En bara léleg. Þú talar hérna fyrir atvinnumannski, þú ert væntanlega að tala hana Hildi Þorgeirs. Hún, hvernig var umræðan þegar hún var að koma? Bara wow, framleiðið átti bara að vera í, bara nánast bara, taka allar titlarleikuði Hún hefur verið langt undir pari í allan vetur. Langt undir pari, finnst mér. Sammála Ingvar? Ég hefði viljað sjá miklu meira frá henni. Mér finnst stundum alveg vanta meira upp á svona, já, einhverja áræðni og skjóta markið og já, ég kannski ekki alveg langt genginn með þetta og Lúti vinur minn, en mér oft fundist vanta eitthvað meira upp á power í henni, já, þú veist. Ég veit ekki hvort að, þú veist, það sé eitthvað ástæða fyrir því, eða. Við erum öll búin að sjá það undan fyrir ár hvað þessi stelpa getur í handbolta, þessi frábær handboltamanneskja, en ég held að enginn haldi samt að hún væri að fara að gera eitthvað kraft og eitthvað og framliðið væri bara að fara að valta yfir eitthvað deild, skilur við. En hún á klárlega að þungan með öðrum í liðinu
hún á ekki að vera farþegi, skilur, sem hefur fundist að vera stundum. Já, Stundum. og oftar en ekki. Ég ætla bara að segja stundum, það er mér bara stundum. Ég- Hún ég- á alveg góða leiki, skilur. Já, Það já. er ekkert eitthvað að Það var, eitthvað. já. En ég held að framliðið í svona einvígi, Já. þar sem að svona mikið er undir, hvort að tímabilið er búið hjá þér eða hvort þú nærði að framlengja það, þá er þetta held ég leikmaður sem að á að stíga svolítið upp. Já. En næsti leikur í þessu einvígi er á miðvikudaginn. Það er eitthvað sem við getum verið sammálum, við þurfum ekki að rífast það. Og það verður næst, Sá leikur verður. síðasti leikurinn í einvíginu því að Fram vinnur leik. Já, við erum allir sammálum það að þetta bara fyrir hlutlausan áhugamálum handbolta, þá má þetta bara ekki vera seinasti leikurinn í þessu Þetta einvígi. verður ekki síðasti leikurinn, það er klárt. Nei. Það er klárt, þið heyrðu það fyrst hér. Stefán tekur Ég sigurdansinn ætla á bara aftur að gólfinu í hefna Seltjarnarnesi. eftir þér. Já, það er bara galið að þetta er viðbúið. Þú veist, tveir hrikalega jafnir leikir, staðan verður 2-1 eftir nefndar. Hvernig samfærandi hjá Fram í næsta leik? Ég Komar hugsa að það komi ruggrimmar í hennar leik. Þú veist, nú er það bara með bakið við vegg. Já, það er spilna frá sig. Ég ætla að segja að þetta verður svo 5 marka sigur Fram. Sammála þessu Lúter. Já. Kemur óvart. Já, ég veit ekki hvort það er vinnið með 5 eða 6 Já, eða ég- einu marki ég- eða nei, ég- eitthvað. ég- Grótta er erfitt að heima að segja en vá hvað er þið leiðilegt ef þetta einvígið er búið. Já, og þetta Vá. verður ekki búið. Það er bara hundlegilegt. Það myndi Ekki bara á detta, neina nei, ástæðu. við skulum ekki hugsa það til enda. Stefán nennir ekki að vera komin í sumafrí Nei. og vera bara eitthvað að vinna á skrifstofunni á KR. Galið. Það var nóg að gera þar. Galið. Við skulum láta þetta vera að loka orðin á þættinum Ólísdeild kvenna. Næsti leikir eru eins og framkom hérna á miðvikudaginn. Hvetjum við sjálfsögðu alla til þess að fara á völlinn þar sem Fram stúlkur heimsækja Grótt og Seltjarnarnesið og Haukastelpur fá Stjörnuna í heimsókn. Við verðum að sjálfsögðu með þátt eftir þann leik. Takk hérlega fyrir.